Komið sæl, ég heiti Nanna og ég er náms- og starfsráðgjafi hérna við Menntaskólann á Egilsstöðum. Það sem að mig langaði til þess að sýna ykkur aðeins í þessu myndbandi er talgervillinn Ivona Reader með íslensku röddunum Karli og Dóru. En allir þeir sem að einhverjum ástæðum geta ekki nýtt sér prentað letur til lesturs, til dæmis þeir sem að eru blindir, sjónskertir eða þeir sem eru með lesblindu, þeir eiga rétt á því að fá úthlutað talgervli Ivona Reader frá Hljóðbókasafninu eða Blindrafélaginu. Þannig að allir þeir sem að telja sig þurfa á því að halda og til dæmis þeir sem eru með aðgang að Hljóðbókasafninu geta sent póst á hbs@hbs.is og beðið að þeir fái úthlutað Ivona Reader. Þegar þið hafið síðan fengið talgervilinn og hlaðið honum niður í tölvurnar ykkar, þá í rauninni fáið þið aðgang að tveimur forritum. Það er annars vegar Ivona Reader og hins vegar Ivona Mini Reader. Og ef að við til dæmis bara sláum hér inn Ivona Reader, þá sjáum við hérna, hér er sem sagt stóra forritið Ivona Reader og hér fyrir neðan er Ivona Mini Reader. Og kannski svona helsti munurinn á þeim er að inn í Ivona Reader þá getur maður hlaðið til dæmis stórum skjölum eins og PDF-skjölum og Mini Reader nota maður kannski meira ef maður vill láta lesa upp fyrir sig styttri texta í gegnum netvafra til dæmis á heimasíðum eða öðru slíku. Þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að opna hérna Ivona Reader. Og þá lítur þetta svona út. Ég er svona aðeins búin að undirbúa mig, þannig að ég ætla að smella hér á Read Text Document og hlaða hér inn PDF-útgáfu af ritgerð. Allt sem ég hef glímt við hef ég náð að koma mér í gegnum. Nú heyrið þið að Karl byrjar strax að lesa, bara leið og hérna ritgerðin er komin inn í forritið, en það sem í rauninni gerist er að forritið tekur PDF-skjalið, tekur textan sem sagt út úr því og færir hér inn í forritið. Og þar á meðal forsíðuna, eins og þið sjáið hér. Þannig að það sem við viljum kannski bara byrja á að gera, íta á stoppa því að við kannski viljum ekki endilega heyra allt þetta akkurat núna og við kannski bara viljum byrja hér að láta forritið lesa fyrir okkur útdráttinn. Þá setjum við bara bendilinn hérna fyrir framan orðið sem við viljum að talgervillinn byrja á að lesa og smellum hérna á play. Og meðan að hann les fyrir okkur þá ætla ég aðeins að sýna ykkur hvernig þessi hnappar hér virka. Hér er sem sagt hægt að stilla bara hljóðið ef við viljum láta hann lesa örlítið ekki alveg jafn hátt eða örlítið hærra. Þá getum við dregið stikuna hér og síðan hérna megin þá getum við dregið niður eða fært stikuna ofar eftir því hvað við viljum láta talgervillinn tala hratt. Síðan hérna lengst til hægri, þar er sem sagt hægt að skipta rödd. Það er annaðhvort hægt að láta hana Dóru lesa upp fyrir sig eða Karl. Þannig að ég ætla núna bara að setja bendilinn hér fyrir framan fyrsta orðið og smella á play. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu ungmenna sem numið hafa í úrræði Fjölsmiðjunnar fyrir ungmenni á krossgötum út frá fræðum seiglu. Öll áttu þau það sameiginlegt að koma í Fjölsmiðjuna eftir brotthvarf eða atvinnumissi og vanvirkni og hafa í framhaldi af Fjölsmiðjunni farið í nám eða störf á almenn vinnumarkaði. Í því samhengi var reynsla þeirra og upplifun hans og starfsferli í forgrunni í rannsókninni, hvaða ávinning þau töldu sig hafa öðlast í Fjölsmiðjunni og hver sýn þeirra og markmið væru fyrir framtíð. Ok, þannig að nú erum við svona kannski aðeins búin að prófa hvernig þetta forrit virkar. Og ég bara hvet ykkur, þið sem að getið sótt að fá Ivona Reader úthlutað gjaldfrjálst að gera það og prófa
svona hvernig þetta virkar fyrir ykkur og þau ykkar sem að hafið ekki rétt á því, þið getið farið hérna inn á Blindrafélagið, blind.is, smellt hérna á vefverslun, hjálpartæki, hér ætti, já, talgervlar. Hér geta sem sé allir keypt aðgang að talgervisröddunum. En ég vona að þetta myndband hafi kannski gefið ykkur einhverja örlitla innsýn inn í hvernig Ivona Reader, Karl og Dóra virka.